Já, við erum komin hérna á Dalsmynni. Þið þekkið kannski fjallið sem að keyra í Snæfellsnesi reglulega. Hafursfellið, þetta er nú eiginlega eitt fagursta bæjarstæði landsins. Hann Svanur hérna í Dalsmynni er að rækta og þjálfa smala hunda. Hann ætlar að sýna okkur og segja hvernig það gengur fyrir sig. Segðu mér, þú ert að þjálfa hunda, smala hunda. Já, ég hef aðalega verið í því og er aðeins í því ennþá. En ég er fyrst og næst, ég er að rækta svona 1-2 got á ári og sel þau yfirleitt með tamningu. Tek þau tilbaka og temmu 8-9 mánaða. Og hvernig kviknaði þessi áhugi? Þetta byrjaði nú þannig að þegar ég var 20 þá var mér gefinn skoskur hundur sem voru ekki mjög algengi þá. Hreinræktaður hundur. Border collie, skoskur fjárhundur, já. Ég var mikill áhugamaður sauðfé á þessum tíma þarna 20. Ég var að koma að skríða út af Hvanneyri og hérna á þessum tíma 1970 þá vorum við var maður að vinna í kindum allt árið. Þetta var verið að beita þessar veturnar og gáru út á vorin og þessi hundur var alveg rosalega góður. Hann var eiginlega jafn góður og þessir bestu hundar mínir í dag, sko. Síðan kemur langt tímabil hjá mér sem að ég átti aldrei notaðan hund. Mér gekk ekki að rækta undan þessum einhvern veginn. Þá vissi ég ekkert hvernig átti að temja og ég kannski var að nota hvolpana undan honum með honum og það var aldrei neitt úr þeim. Og svo sem sagt fer ég síðan í það að fá mér hreinræktaðan hund með fína ræktalínur og lagði mikla vinnu í að temja hann og fór á námskeið og grúskaði í þessu og lærði það sem ég undirstöðuna því sem þetta er hjá mér í dag. Og þessi hundur hann var síðan vel taminn og allt það en hann var alveg kjarklaus. Hann nýttist mér ekki sem slíkur því að einhvern veginn lásu kindurnar alltaf þetta væri aumingi og réðust bara gegn honum? Já, og réðust bara, rústuðu henni bara. Þær geta alveg verið grjótharðar líka nefnilega hefur maður séð. Þannig að þá fór ég að leita að hörðum hundi og var heppinn, fékk tík sem að ég tæmdi og var mjög góð. Hét Skessa og ég notaði hana og fór með henni í keppnir og hún gekk mjög vel en ég gat ekki komið mér upp almennilegri tík undan henni, einhverja hluta vegna. En nú ætla ég áður en dimmir að senda hundana og við erum komin hérna út á tún og vita hvort þið finni kindurinn einhvers staðar, það eru nú komnar í hvarf. Smali, komdu. Smali, leggstu. Korka, komdu, hægri, sækja. Smali, komdu vinstri. Nú sagðirðu bara öðrum að fara hægra megin og hinum vinstra megin. Já, og svo þegar þið sjá kindurna þá eiga það Korka, aftur hægri. Núna snýr hún við og hún sá kindarna sko. En þær voru þarna lengra frá og hún snýr við og bakkar. Hvað lesa þær úr flautinu? Þetta eru bara nokkrar skipanir sem ég hef. Ég sem sagt sendi það út. Ég sendi á til hægri og vinstri og ég læt að reka kindurnar einhver átt. Og þetta er yfirleitt þannig þetta klúraðist alltaf því að ég sendi það tilbaka aftur. Nú er það spurning hvort ég finna eitthvað meira. Þarna komaði með kindur. Það komaði með kindur hérna? Já. Þetta er skipun sem ég nota mjög mikið. Ég get sendt á frá kindum sem að vinna við og leita að kindum og þeir bara treysta því algjörlega að þeir finni kindur þannig að ég sendi það á blindandi þó þeir sjá ekki kindurna þegar þeir fara á stað. Já. Eins og núna, þarna hafa þeir fundið þær. Nú látum við hundana reka þeir saman. Og ég er samina, er þetta? Korka, komdu vinstri. Smali, komdu vinstri. Leggstu niður. Er ekkert mál að láta það vinna saman, tvo? Þessir hundar vinna mjög vel saman, sko. Þeir eru hérna, ég nota það mikið í eftirreitum og það er ofta á að fyrstast hópurinn. Og þá er það þannig að annar hundurinn passar hópinn sem verður eftir og hinn sækir það sem hann fer. Og þetta bara gera þið sjálfur, sko. Ég hef ekki tamið raun og veru með því að gefa þeim skipanir sitt á hvað. Þannig að þeir eru farnir að lesa alveg aðstæður? Já, þeir eru farnir að læra á landið hérna og smala svæðin, sko.
Er þetta orðið staðalbúnaður bara hjá bændum? Er það sexjól og smallahundur? Já, hjá alvöru bændum. Já. Það er svona, það eru sérstaklega, þetta eru ákveðnum svæðum á landinu sem menn verða bara að eiga góðan hund. Það er ekkert öðruvísi. Já, þetta getur Og bjargað. þeir eru sko, eru alveg í öngviti ef að hérna, ef þeir missa hund svona rétt fyrir leitir. Herra, nú Svalið nær. varstu að segja að koma með þér hingað? Já, ég ætla að láta þið fara og koma mér inn í kaffi. Komið í viðtal? Bara láta þið koma með það til okkar. Þetta eru hundar sem að reka féð upp á kerður hvar sem er og gera í raun og vera allt sem maður beður á um. Nú eru lömb líka í þessum hóp, sé ég. Já, þetta er svona bland af veturgömlum og gimbrum. Þetta er féð sem hefur ekki verið unnið með Nei, í raun og veru, en þær eru sko, hundarnir þeir hafa svona sérstakann stíl. Þeir eru yfirvegaðir og ákveðnir og kindurnar ækta mjög vel og þegar þetta er svona, hundarnir eru svona rólegir og kindurnar treysta þeim, þá verða þær svona rólegar. Ég ætlaði einmitt að segja... Eins og þetta er hérna, Ég held að þetta væri vanar kindur líka því að við bjóst ekki við að sjá lömb í þessu. Þetta eru lömb sem sem hafa bara rétt séð hundar núna eitthvað til þess að þeir sver í haust. Hvaða eiginleika ertu helst að horfa eftir í fari hunda? Það þarf náttúrulega að vera mikill vinnu á því. Þeir þurfa að vera svona yfirvegaður og góðir í vinnu og helst að þeir séu svona sem mest sjálftandir, að þetta sé allt í hausnum á þeim sem þarf að vera. Og þeir þurfa að vera mjög kjarkmiklir.